Orkuskipti þegar það verið að breyta úr einum orkugjafa yfir í annan. Við erum núna í ákveðnum orkuskiptum þegar við erum að hætta eða minnka að nota jarðefnaeldsneyti og að nota rafmagn eða einhver aðra orkugjafa í staðinn. Svolítið talað um orkuskipti í tengslum við bílaumferð á Íslandi, þar sem við erum að hætta að nota bensínbíla og dísilbíla eða nota minna af þeim og nota frekar rafmagnsbíla. Það stundum nefnt þannig að þetta séu þriðju orkuskiptin á Íslandi að nota bíla sem nota rafmagn. En hver voru þá önnur og fyrstu orkuskiptin? Önnur orkuskiptin var að nota jarðhita í stað kola eða olíu til þess að hita upp hús. Þetta var gert fyrsta húsið á Íslandi, eða í Reykjavík réttara sagt, sem var byggt og hitað upp með jarðhita, var byggt 1930, sem Austurbæjarskólinn. En það var farið að nota jarðhita til þess að hita upp hús löngu áður, en upp úr 1930 fer að myndast alvöru svona hitaveita hérna á höfuðborgarsvæðinu. Fyrstu orkuskiptin var að virkja og búa til rafmagn. Sem var byrjað að gera hérna upp úr aldamótum, eða í kringum aldamótum. Fyrsta virkjunin sem var leidd í fleiri en eitt hús var byggð í Hafnarfirði, Læknum í Hafnarfirði. Og þarna var verið að nota þá nýja orku til þess að lýsa upp og síðar svo fara að nota raftæki. Þetta var gríðarleg breyting. Þannig við erum með þessi 3 orkuskipti, við erum sjálfsagt eftir að sjá eitthvað fleiri í framtíðinni. En orkuskiptin þau hafa alltaf, til þess að við tölum þetta sem jákvæð orkuskipti, þá þurfa þau að hafa jákvæð áhrif, að breyta einhverju sem skiptir máli. En það að hætta að nota jarðefnaeldsneyti á bíla til dæmis hefur mikil áhrif á umhverfið okkar, svo fremi sem rafmagnið búið til með endurnýjanlegum leiðum, eins og við gerum að mestu leyti hér á Íslandi.